Jæja, þá er komið að þriðja hlutanum þar sem að er farið að tala um títrun og þetta eru í rauninni ósköp svipuð dæmi. Ef við byrjum að tala um hlutleysingu, oft erum við að tala um sýru-basahvörf, að þegar við erum með svona einfalt sýru-basahvörf eins og saltsýra plús natriumhydroxíð, þá hvarfast þetta saman í hlutfallinu 1:1 og þar sem þetta eru hvort tveggja rammasýrur, þá er þetta 100% klofnun og það myndast salt sem er þá bara matarsalt í þessu tilfelli sem er á uppleystu formi, AQ og þetta allt, og vatn, H2O. Þannig að þegar við erum að tala um hlutleysingahvörf, þá erum við að tala um það að við erum með sýru sem er súr og basa sem er basískur. Þegar það eru jafnmörg mól af sýru og basa, eins og í þessu tilfelli bara 1:1, sem eru búin að hvarfa saman, þá tölum við að sýran hafi hlutleyst basann eða basan sýruna, af því að við erum komin bara með salt og vatn og hér væri alltaf pH bara sama sem 7. Hérna væri pH minna heldur en 7 og hérna hærra heldur en 7. Þannig að þess vegna erum við að tala um hlutleysingarhvörf. Það er ef við byrjum með einhverja sýru, hversu mikið basa þarf til þess að hlutleysa lausnina. Ef við byrjum með basa, hversu mikla sýru þarf til þess að hlutleysa lausnina. Og þá alltaf er aðalmálið, hvert er mólhlutfallið hérna á milli. Nú, fyrsta dæmið hér í þessum hluta er hversu mikið magn í millilítrum þarf af 0,15 mólar og þetta er perklórsýra til þess að hlutleysa 25 millilítra og 0,0575 mólar af natriumhydroxíði. Þannig að við erum með hversu marga millilítra af 0,115 mólar HCl4 þarf til að hlutleysa, og hérna erum við með 25,00 millilítra af 0,0575 mólar natriumhydroxíðlausn. Þannig að við erum með, í rauninni getum við að sé fyrir sér hvort sem við erum með búrettu eða ekki, að hér sé lausn sem að við er þá natriumhydroxíð eða basi, þar sem að styrkurinn er 0,0575 og við erum með rúmmálið 25 millilítrar. Og svo getur maður allt hvort heldur sem hugsa sér að þessi búretta hérna fyrir ofan sem að í er þá þessi sýra sem er okkur gefið að hafi styrkinn 0,115 mólar. HCl4. Og við þurfum þá að setja nógu mikið magn hér út í lausnina til þess að það verði jafnmörg mól af sýru og basa. Efnahvarfið er bara 1:1. Hérna erum við með HCl4, þessi perklóratjón. Svo er það plús natrium og hydroxíð og H. Og þetta er AQ líka. Og hér fáum við þá saltið, natriumperklórat, NaCl4, AQ, og síðan plús
H2O sem vildu sagt að, hérna nú var ég að gera þetta svo með rauðu og grænu, maður gæti svo sem sagt að þetta sé bara O, H, þess að bara H2O sem að myndast þá úr þessu hérna tvennu. Og þá þurfum við að vera með þá hreinu að það eru jafnmörg mól af þessu hér og þessu hér til þess að hvarfið hlutleysist eða lausnin hlutleysist. Og þá erum við, ef við erum með hérna búrettu, þá tölum við jafngildispunkt þegar það komið nógu mikið úr búrettunni til þess að þessi mól séu jafnmörg. Nú, hérna þetta alltaf tekið í 3 skrefum. Í fyrsta lagi þurfum við að finna þá mólin af öðru efninu, öðru hvarfefninu, og það þá hvarfefni sem okkur gefið bæði mólstyrkur og millilítrar. Þannig að við getum fundið mólin út frá því. Þannig að fyrst það að finna mól af öðru hvarfefninu og það alltaf samkvæmt þá að mól sama sem styrkur sinnum rúmmál. Svo það að finna mól af hinu hérna hvarfefninu og það þá út frá mólhlutfalli sem að í þessu dæmi 1 á móti 1 og þá bara verið að tala það að það 1 á móti 1. Þannig að við vitum það að mólhlutfallið þetta og það hjálpar okkur að finna þá hver þá mólfjöldin af hinu. Og í þriðja lagi, þá það sem upp á vantar. Þetta spurt hversu marga millilítra þarf af 0,115 mólar laust. Þannig að það eru millilítrarnir sem vantar. En það sem sagt, þá það að finna millilítra eða styrk. Ef við byrjum hérna á annað hvarfefni, þá það styrk hins hvarfefnisins. Og hérna myndi maður þá vera að nota kannski jöfnuna eins og í þessu tilfelli að við höfum áhuga því að finna rúmmál. Þannig að hérna værum við að finna rúmmál sama sem hérna mól deilt með styrkur. Að það myndum við nota hérna í síðasta dæminu. Í síðasta liðnum. Þannig að ég ætla að byrja þá á því að finna mólstyrk natriumhýdrósíðs. Það þá þarna fyrsta. Ég nú haft þetta hérna áfram. Þetta var 25 millilítrar. Þannig fyrsta lagi mól og þetta var hérna HCl4. Hérna myndum við vera með að mól sama sem styrkur sinnum rúmmál 0,0575. Hérna ætla ég bara að nota millimól á millilítra. Þetta þessi hugsun að mólar getur hvort heldur sem verið mól á lítra eða millimól á millilítra af því að milli styttast bara út hvort á móti öðru. Þannig ef það þægilega að nota millimól á millilítra þá geri ég það og það oft í þessu títrunadæmi þar sem við erum að vinna alltaf með millilítra. Millimól á millilítra sinnum þá 25 millilítrar og það gaf 1,438 og þá það náttúrulega millimól þegar millilítrar styttast út og það af HCl4. Í öðru lagi þá hversu mörg mól erum við þá með af hérna natriumhýdrósíði og þá erum við með það að mól af natriumhýdrósíði sama sem mólin af HCl4 einfaldlega af því að við erum með 1 á móti 1 í efnahvarfinu.
Við getum sem sagt að það sé mól af HCl4 sem að eru 1,438 millimól og margfalda síðan með mólhlutfallinu sem þá héðan og þá getum við sagt að á móti hverju 1 millimóli af sýru eru við með 1 millimól. Það þarf sem sagt 1 millimól af basa. Þannig að þetta gefur þá bara, við erum með jafnmörg millimól eða 1,438 millimól natriumhydróxíð. Þannig að þetta erum við það spurning hvort það þarf að slökkva ljós hérna. Já. Þannig að hérna erum við þá komin með millimól af því og í þriðja lagi er það þá sem sagt hversu marga millilítra þurfum við af þessari var ég að snúa svo öllu við, maður sjá. Já, þetta er náttúrulega akkurat við snúið en það breytir ekki neinum útkomuna, þetta er 1/1. Við vorum sem með móla natriumhydróxíð, það var það sem var gefið. Þannig að þetta hérna var NaOH, þetta er HCl4 og þá er það þannig að mólin af HCl4 er sama sem mól af natriumhydróxíð og þá snýst þetta hérna við NaOH fyrir neðanstrik, HCl4 fyrir ofanstrik og þá kemur hérna HCl4. Og þá ætlum ég að færa þetta hérna efst, síðasta liðinn. Og það er þá í þriðja lagi. Þá ætlum við að finna mól af þessari sýru, HCl4. Og það myndi þá vera að við erum með að styrkurinn, hann var gefinn í upphafi sem, sjá, 0,115 mólar. Og mólin vorum við komin með sem var 1,438 millimól. Þetta myndi ég náttúrulega segja væri bara millimól á millilítra, sem sagt mólar. Og út úr þessu kom þá að rúmmál var sama sem mól deilt með styrkur sem er 1,438 millimól deilt með styrkurinn sem var 0,115 millimól, millilítra og út úr þessu kom 12,5 millilítrar. Og þetta var HCl4. Og þá er það bara einfaldlega það að ef við vorum með hérna 25 millilítra af natriumhydróxíð að þá þurfti að bæta út í 12,5 millilítrum af þessari sýru, HCl4. Til þess að við værum búin að uppfylla það að öll sýran hvarfast á móti öllum basanum og við erum komin með hérna hlutlausa lausn. Þetta var fyrsta dæmið. Þá kemur dæmi 2. Þarna komum við með sýru-basa-hvarf. Nei, þetta er oxunar-afoxunarhvarf og hérna erum við ekki lengur með 1/1. Og ekki sýru-basa-hvarf, heldur hérna eru það rafeindir sem eru að færast á milli. En að öðru leyti er vinnulagið allt alveg það sama. Þannig að þessi 3 skref finna fyrst mól af einu hvarfefni, síðan mól af hinu með mólhlutfalli og að lokum þær upplýsingar sem vantar
í síðasta skrefinu. Og hérna kemur þá 2. Og þá erum við það að 50 millilítrar af H3 ASO3 lausn títruð, eða eru títraðir, sem sagt millilítrarnir, með lausn sem inniheldur MnO4- eða permanganat. Og síðan kemur hérna fram að til þess að ná jafngildispunkti títrunar þarf 31 millilítra af permanganatlausninni. Já, það kemur fram hérna að þessi hérna lausn er 0,150 mólar. Ok, það þarf 31 millilítra af permanganatlausn, 31,0 millilítrar af MnO4- úr búrettu til þess að ná þá jafngildispunkti. Og JP, sem sagt jafngildispunktur, það er bara JP. Það þýðir að mólin af hvarfefnunum hafa styst hvert á móti öðru. Okkur er gefin efnajafnan og þá er það hér að við erum með 5 pluss 2 af þessu. Svo þetta gerist í súrri lausn. Þetta gefur þá 2 manganjónir, 5 og hérna erum við þá komið með H3ASO4. Það er einu munurinn hér að hérna er það O3, hérna O4 pluss og síðan 3H2O. Og hérna er það þá þannig að við erum með í bikarglasi eða hérna keiluflösku. Við erum með bikarglas og búrettu. Í bikarglasinu er hérna arsenlausn, þar sem er H3 ASO3 og úr búrettunni kemur þá permanganatið MnO4-. Og okkur gefin sem sagt styrkurinn af permanganatlausninni og síðan millilítrarnir. Þannig að það sem er gefið er að styrkur þessara hérna lausnar er 0,150 mólar og okkur er gefið að það þarf 31 millilítra úr búrettunni til þess að hvarfast við allt hvarfefnið í bikarglasinu. Þannig að það fer hérna ofan í. Og síðan er okkur gefið það að í bikarglasinu erum við með 50,0 millilítra og það á að finna hver er múlstyrkur þá þessara lausnar í bikarglasinu. Finndu múlstyrk H3ASO3. Þannig að títranir eru yfirleitt alltaf þannig að við vitum alltaf rúmmálið. Við getum alltaf mælt rúmmál, bara með búrettunni finnum við hversu mikið kemur þaðan og mælir rúmmál líka ofan í bikarglasið, en það vantar alltaf styrkinn, annaðhvort styrkurinn af hvarfefni í búrettu eða hvarfefni í bikarglasi sem þarf að finna. Þá er það sama röð og áðan. Hérna í fyrsta lagi, finna mól og þá er það hérna út frá því sem við þekkjum, sem er þá
per manganat, MnO4 mínus. N er sama sem C sinnum V. Það var þá 0,150 millimól, millilítrar, sinnum 31,0 millilítri og þetta gefur 4,65 millimól MnO4 mínus. Það þýðir það að N hér er sama sem 4,65 millimól. Og það fer þá héðan og hérna ofan í þessum hluta. Síðan kemur þá hérna, ég var búin að skrifa, var það ekki allt sem ég þurfti? 50 millilítrar, jú, og ég get tekið þetta út, höldum efnahvarfinu, að því núna er þetta ekkert lengur 1/1. Þannig að í öðrum lið þá ætlum við að finna mól H3 í jafngildispunkti. Og jafngildispunktur er einu sinni N þegar við erum búin að láta mólin af báðum hvarfefnunum eyðast hvert á móti öðru. Þannig að það er í rauninni bara myndefni eftir í lausninni. Hérna myndum við nota mólhlutfallið og við erum með mólhlutfallið að við erum með 5 mól eða millimól, getum við líka sagt, af H3 ASO3 á móti 2 millimólum af MnO4 mínus. Hérna er alltaf í þessum lið sem maður notar efnahvarfið sjálf. Það er eiginlega bara hér þar sem að við finnum það að mól af öðru hvarfefninu er sama sem mól af hinu hvarfefninu sem að hér væru þá 4,65 millimól MnO4 mínus og síðan kemur þá hérna þessi svíi þar sem að mólhlutfallið kemur inn, þar sem að við komum þá með þessa hérna stuðla. Og passum ykkur þá að per manganati komi fyrir neðanstrik, þannig að það er 2 og 5. Og hérna erum við þá með 2 millimól KMN, eða bara MnO4 er það. Og 5 millimól og þetta gefur, sjá, 11,6 millimól. Og það eru þá þessi hérna H3ASO3. Þannig að þá erum við að koma með hérna hversu mörg millimól voru þá í bikarglasinu, hérna. Í upphafi. Og þá á bara eftir að nota hérna upplýsingarnar sem eftir eru. Það er sem sagt spurt, hérna finndu mólstyrk H3ASO3, sé. Við vorum með rúmmálið, það er gefið að það eru 50 millilítrar. Og úr lið 2 erum við með mólin sem voru 11,6 millimól og þá er það bara jafnan að styrkur er sama sem mól deilt með rúmmál eða 11,6 millimól á 50,0 millilítrar og það gefur
0,233 mólar. H3HSO3. Það þá loka svarið. Þetta á ekki að vera, já, jú, hver styrkur? Já, svona. Þannig að þetta væri þá loka svarið í dæminu. Nú, þá næsta dæmi 3. Hérna þetta svipað dæmi og við erum búin að gera áður. Það sýn úr járngrýti sem leyst upp í sýru og öllu járninu umbreytt í járn 2+. Síðan sýnið títrað með 47,20 millilítrum af permanganatlaust með þekktum styrk. Og við eigum að finna hérna hversu mörg mól af permanganatu bætt í lausnina, hversu mörg mól af járn í sýninu og hversu mörg grömm svo af járni og svo hérna finna massaprósentu járns. Þannig að fyrstu 2 skrefin að minnsta alveg eins. Hérna erum við líka með oxunar-afoxunarhvarf. Nema núna erum við hérna í upphafi með fast efni af hérna járngrýti sem í eitthvað óþekkt magn af járni og það það sem á að finna út hversu mikið Þannig að hérna erum við með járngrýti. Járngrýti leyst upp svo hérna allt járn fari á formið járn 2. Og þessi lausn títruð. Það þarf 47,20 millilítra, sem sagt það næstum öll búrettan með þessar 50 millilítra búrettu sem við erum með af og hérna eru 0,0240 mólar MnO4 eða permanganat aftur. Efnahvarfið gefið, það hérna að MnO4 mínus pluss 5 járn. Þetta í rauninni það sem skiptir mestu máli, það bara 1 á móti 5. Þetta þessi hvarfefni sem við erum að skoða. En það þarf sem sagt járn, þetta hérna sýru, svo fáum það út mangan, járn sem núna orðið þrígilt og vatn. Þannig að það sem gert hérna að það hérna í upphafi erum við með eitthvað hérna sýni. Þetta sem sagt bara eitthvað grjót og það eru eitthvað sem sagt járnoxíð og eitthvað slíkt í því eins og til dæmis bara FeO, Fe2O3, eitthvað slíkt. Og þetta hefur einhvern ákveðinn massa, það kemur hérna fram í D-lið að massi sýnisins 0,8890 gramm. Þessum hérna klubb deilt hérna út í þetta glas og svo leyst upp í sýru. Og það eina sem við vitum það að öll mólin, allt sem við öll mól af járni sem eru í þessu járnsýni breytast hérna í járn 2+. Og til þess að komast að því hversu mörg mól það eru, þá lausnin títruð með permanganati, MnO4-, og það hefur ákveðið styrk.
0,02240 mólar og það sem við þurfum af þessu hér eru 47,20 millilítrar. millilítrar úr búrettunni. Og þá erum við búin að eyða öllu permanganatinu á móti öllum járn 2+ jónunum og mynda bara myndefni. Það er þá jafngildispunktur. Þannig að hérna í þessu tilfelli þá þetta eru nokkrir liðir. Liður A, þá það sem sagt finna mól sem af permanganati sem koma úr búrettu. Og hérna voru okkur gefið, við erum með styrkinn, við erum með rúmmálið af þessari hérna lausn, sem sagt hér og hér. Þannig að hérna eru bara mól, og styrkur sem rúmmál, 0,0224 millimól, millilítrar sinnum 47,20 millilítrar. Og þetta gefur 1,057 millimól og þetta var permanganat. MnO4-. Þannig að það var innifalið í þessum hérna bút. En það þarf þá sem sagt 5 sinnum fleiri mól af járni til að hvarfast við þetta. Þannig að það næsta spurning sem sagt mól járn 2+ í sýninu. Þá það sem sagt hversu margar járnjónir eru þá í þessu sýni, eða mól af þeim. Og þá erum við hérna komin með hlutfallið 1/5. Og þá finnum maður að mól, þessi sé betri hérna, mól af Fe2+ sama sem, og þá það mólin af permanganati, 5 MnO4- sinnum, og þá erum við með 1 mól á móti 5. Ég ætla að setja þessi millimól. KMnO4. Já, ég alltaf með þetta kalíumpermanganat. En við sýnum ekki hérna, þetta bara, það svona óvirkt hérna meðjum. Þannig segjum við bara MnO4- og hérna það 5 millimól járn. Og út úr þessu kemur, við erum bara að margfalda með 5, og það eru 5,286 millimól Fe2+. Síðan ekkert farið út í það að spyrja hver þá styrkurinn af þessari lausn eða rúmmál eða neitt slíkt. Við vitum bara að þetta eru mólin. Svo spurt hvað eru þetta þá mörg grömm. Við að taka burtu, nú erum við búin að nota allar upplýsingarnar sem þarf, meðal annars efnahvarfi, það var bara hlutfallið þar. Þannig að í þriðja lið C, þá á að finna grömm af járni. Sem Fe2+. Þá fer maður bara í lotukerfið. Hérna, það skiptir ekki máli hvort við erum með jón eða ekki, það bara spurning einhverjar rafeindir sem að vigta svo sem ekki neitt. Þannig að við notum hérna að massi sama sem mól sinnum mólmassi. Mólmassi járns sama sem 55,847
beint úr lotukerfinu, grömm á mól og mólin hérna, við erum sem sagt komið með, þetta eru 5,286 millimól, en það sem ég er núna farin að vinna með, ætla að fá grömm út, þá ætla ég að breyta þessu í mól, þannig að 5,286 milli er bara sinnum 10 veldinu mínus þriðja. Það er bara milli og 10 veldinu mínus þriðja er það sama. Þannig að hérna myndum við fá 5,286 sinnum 10 veldinu mínus þriðja mól sinnum 55,847 grömm á mól. Og hérna mólin styttast út og eftir standa grömm og það eru 0,2952 grömm af járni. Að lokum þá eigum við að bera saman hérna sem sagt hversu þungt er sýnið og hversu þungt er járnið í sýninu. Þannig að það er gefið í síðasta lið. Þá er gefið að massi sýnisins sem var upphaflega leystur upp, þetta járngrítisins, er 0,8890 grömm. Svo hérna D. Ef massi sýnis er 0,8890 grömm, hver er þá massaprósenta járnsins? Og hérna erum við þá bara með þetta að við erum bara með hluti deilt með heild, þar sem að massi Fe er sama sem hluti, massi sýnis er sama sem heild og þessi prósentmassi er þá bara hluti deilt með heild eða 0,2952 grömm, það er þetta hérna, deilt með 0,8890 grömm, sem var þá massi þessa sýnis sem upphaflega var leystur upp. Og þetta sinnum 100% gefur 33,21%. Þannig að þetta var það bil 1/3 sýnisins massi járns. Hérna, það er held ég eftir eitt dæmi hér, svo kemur hérna að lokum eitt aukadæmi. Já, hérna er sýnakalsíumhydróxíð hrært saman við 30 gráðu heitt vatn þar til lausnin er mettuð. Það þýðir það getur ekki leyst meira upp af efninu. Þannig að hérna, svo eru 100 millilítrar teknir af þessari lausn, þessari mettuðu lausn. Og þeir títrar með 0,05 mólar vetnisbrómið lausn, HBr. Þannig að þetta eru við með sýru-basahvarf. Og það þarf 48,8 millilítra af sýrunni til þess að hlutleysa kalsíumhydróxíðlausnina og þá að finna mólstyrk. Þannig að hérna dettum við aftur bara í algjörlega venjulegt sýru-basa-títrunardæmi, títrunarhvarf. Og svo erum við að tala að hlutleysa. Ok, svona, dæmi 4. Segjum að 100, halló, ég er að taka upp 100 millilítrar af, og ég segi bara mettaðri
CaOH2 lausn eru títraðir með 0,0500 mólar og þetta var þá HBr lausn og það sem sagt fara 48,8 millilítrar úr búrettu. 48,8 millilítra þarf úr búrettu hlutlausa CaOH2 og það á að finna sem sagt mólstyrk kalsíumhydróxíðlausnar. Finna mólstyrk. Efnahvarfið gefið, eða við kallum þetta títrunarhvarf, hlutleysingarhvarf, þá erum við með það kalsíumhydróxíð pluss HBr gefur, og þá er það CaBr2, sem sagt kalsíum og brómið fara saman og mynda saltið og síðan pluss vatn. Og hérna myndum við vera með, þurfa til að stilla, að vera með 2 HBr og 2 vatnssameindir. Þannig að við erum hérna með mólhlutfallið 1:2. Og hérna er þetta, og já, hérna bara svona örstutt. Hér er búretta. Það er HBr í búrettunni. Okkur er gefinn styrkur og styrkur og rúmmál þeirrar lausnar og svo okkur bara gefið að rúmmál þessara hérna lausnar eru 100 millilítrar kalsíumhydróxíð. Þannig að í fyrsta lagi þá bara finnum við mól efnisins sem er í búrettuna því að þar höfum við allar upplýsingar til þess sem er það HBr. Og það er mól styrkur sinnum rúmmál og þar eru 0,05 millilítrar sinnum 48,8 millilítrar. Þetta gefur 2,44 millimól. HBr. Og þá er spurning hversu mörg millimól erum við þá með í jafngildispunkti af kalsíumhydróxíði og það þarf ekkert endilega að reikna þetta út frá eða sko skrifa upp jöfnuna með mólhlutfalli. Það er alveg hægt að segja bara, ok, ef við erum með 2 af þessum, þá erum við með 1 af þessum, ef við erum með 2,44 af þessum, þá erum við helmingi minna eða 1,22. En það er úr því að taka þetta upp, þá er það sem sagt mól kalsíumhydróxíð. Þá er það alltaf þannig að það er sama sem mólin af vetnisbrómið millimól HBr sinnum og síðan þá mólhlutfallið sem er þá 1 á móti 2 og þá er það 2 fyrir neðastrikk, 1 fyrir ofastrikk. Þetta eru þá millimól HBr, millimól kalsíumhydróxíð sem að gefur 1,22 og þetta má nú bara fara. Millimól CaOH2. Þannig að hérna erum við búin að finna út mól af sýrunni, mól af basanum. Það eina sem er eftir núna er að finna hver var þá styrkurinn í þessari
100 millilítra lausn af basa. Og hérna tökum við þetta út og það væri þá hérna liður 3, styrkur CaOH2 og þá erum við erum alltaf með þessa grunnjöfnu að styrkur sama sem mól deilt með rúmmál og við vorum komið með, rúmmálið var okkur gefið sem 100 millilítrar og mólin höfðum við fundið hér í lið 2, 1,22 millimól. Þannig að styrkur sama sem 1,22 deilt með millilítrarnir sem þessi mól voru upphaflega í og þetta gaf 0,0122 mólar kalsíumhydróxíð. Það er náttúrulega hérna sem sagt rétt að taka fram, sem kannski svo menn sjá í hendi sér, að þegar við erum að tala um þessu 100 millilítra, þá er verið að spyrja í upphafi áður en títrunin hófst. Hver er þá styrkurinn af kalsíumhydróxíði á rúmmál? Að þeir náttúrulega eftir að við förum að bæta út í sýrunni, þá sem sagt í fyrsta lagi er rúmmálið að breytast og þar að auki erum við náttúrulega að eyða mólum að þau eru að hvarfast við sýruna. Þannig að það er alltaf bara hver er styrkurinn í upphafi sem er verið að leita eftir. Þá er þetta komið og sem sagt síðasti liðurinn, þá ætla ég að fara í dæmi sem er sem sagt svolítið flóknara, þar sem er verið að blanda saman hérna fellingahvarfi, blanda saman 2 lausnum með 2 auðleystum jónaefnum sem síðan mynda torrleyst salt og auðleyst salt og það er takmarkandi þáttur og spurningin er hvað eru margar jónir af hverju efni eftir í lokin. Þannig að ég tek bara svona sér myndandi þetta en þetta gerist ekkert flóknara og það er ekkert ég myndi ekkert segja að það væri sem sagt bráðnauðsynlegt, allavega ekki fyrir náttúrufræðideild af því að það verður svo farið betur í þetta í 17. kafla en eðlisfræðideild fer hins vegar í 17. kafla eftir jól. Þannig að það er svona mikilvægara fyrir þau. Takk fyrir þetta.